Hvar eru glærurnar? Og ég að íta á. Ok. Góðan dag, ég ætla að segja ykkur stuttlega frá hverfisskipulagi og hvernig við erum að vinna með lýðheilsu í hverfisskipulagi. Ég ætla að segja ykkur aðeins svona frá aðferðunum stuttlega og afurðunum og svo hvernig við erum að vinna með það að reyna að gera hverfin meira heilsueflandi. Aðeins svona hvað hverfisskipulag er. Hverfisskipulag er sem sagt deiliskipulag fyrir gróin hverfi. Þar sem við erum að taka eldri áætlanir sem eru orðnar gamlar og sameina þar. Við erum að færa svona óskir íbúa hagsmunaaðila breytingar inn í þetta nýja skipulag. Svo erum við innleiða það sem við köllum lykiláherslur vistvæna byggð sem kemur úr aðalskipulaginu og ávarpa þætti eins og sjálfbærni, vistvænni og reyna að gera hverfin meira heilsueflandi. Við erum líka að reyna að fjölga íbúðum og atvinnutækifærum og bæta þjónustu í hverfunum og síðan er svona lokað þátturinn að bæta aðgengi að upplýsingum í gegnum nýja hverfasjá sem við erum með. Það eru sem sagt 10 borgarhlutar í Reykjavík og 30 hverfi en það er miðað við það að öll hverfi fái sitt hverfiskipulag á endanum. Og næstunni verða 3 hverfi í Breiðholti sett í formlega kynningu eins og Dagur minntist á. Og strax þar á eftir verða kynntar vinnutölur í hverfisskipulagi í Háaleiti og Bústöðum og Hlíðum. Sem sagt 2019 þá var fyrsta hverfisskipulagið samþykkt í borgarhlutanum Árbæ í 3 hverfum, Ártúnsholti, Árbæ og Selás. Eitt svona mikilvægasta vinnutækið í hverfisskipulaginu er gátlist vistvæna byggð sem er skipt upp í 7 áhersluþætti. Í gegnum þetta verkfæri eru allar stefnur sem snúa að skipulagsmálum innleiddar. Varðandi lýðheilsuna þá er þetta þá gott aðgengi að grænum og útivistarsvæðum, góðir göng og hjólastígar og aðgerðir í borgarumhverfinu sem eru þá svona til heilsueflingar og draga úr svona neikvæðum þáttum eins og skaðlegum hávaða og loftmengun. Nú ætla ég að sýna hérna 2 stutt vídeó, þeir íta á takka hérna uppi. Borgarumhverfi hefur mikil áhrif á heilsu, líðan og líf fólks. Markmiðið með stefnu Reykjavíkurborgar vistvænni byggð er að gera hverfi borgarinnar sjálfbær og stuðla að auknum lífsgæðum íbúa. Öll hverfi borgarinnar hafa sína styrkleika, veikleika og sérkenni sem vinna þarf með þegar hverfin eru skipulögð vistvæn. Í aðalskipulagi Reykjavíkur eru skilgreindar 7 lykiláherslur í skipulagi vistvænnar byggðar. Þessar lykiláherslur eru innleiddar í vinnu við hverfiskipulag allra hverfa borgarinnar og lúta að samfélagi, gæðum byggðar, samgöngum, vistkerfum og minjum, orku og auðlindum, mannvirkjum og mögulegri náttúruvá. Í vistvænu hverfi blómstrar lifandi og kraftmikið samfélag. Þar býr fólk á öllum aldri, barnafjölskyldur, pör, einstaklingar og ellilífeyrisþegar, enda fjölbreytt framboð á húsnæði og búsetuúrræðum. Í hverfinu er verslun og þjónusta í göngufæri, iðandi mannlíf, afþreying og íþróttastarfsemi. Í vistvænu hverfi hafa íbúarnir tekið virkan þátt í að móta sitt nánasta umhverfi. Lykil þáttur í hverfisskipulaginu er samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Við notum fjölmargar aðferðir til að ná til sem flestra. Mér langar að sýna ykkur hérna nokkrar myndir frá samráðinu sem við áttum í Breiðholti. Það er sem sagt við unnum með grunnskólum og foreldrum og íbúum. Samráð við íbúa er skemmtilegt og vel sótt. Það kemur líka mikið af góðum hugmyndum og ábendingum frá íbúum sem við nýtum síðan til þess að bæta skipulagið.
Það sem ég langaði svona að segja ykkur aðeins frá að markmið hverfisskipulagsins náttúrulega að skapa vistvænt, sjálfbært og heilsueflandi hverfi, þar sem íbúar stunda útivist, geta sótt verslun og þjónustu og atvinnu í nágrenni við heimili sitt. Það stuðlar að betra og heilnæmara borgarumhverfi. En helstu svona aðgerðir það eru sem sagt sett stefna og skilmálar lýðheilsu á grundvelli gátlista. Það eru skilmálar almenningsrými, borgarbúskap, ljósvist, hljóðvist og loftgæði, skilmálar meðhöndlun úrgangs og síðan vistvænar samgöngur, svona til að nefna þetta helsta. Hér sem sagt yfirlit yfir helstu afurðir í Breiðholti, eins og við erum að fara að kynna mjög fljótlega. Þetta eru skipulagsgögn, uppdrættir, leiðbeiningar sem fylgja þessu, svona fylgigögn og síðan þetta sameinað allt í þessa hverfasjá þegar að skipulagið hefur öðlast samþykkt. Mikilvægt verkfæri í hverfisskipulaginu eru svona stefnukort, þar sem við sýnum sem eru flokkaðir eftir þessum 7 lykiláherslum. Hér stefnukort fyrir samfélagið. Við erum að afmarka þarna svæði þar sem á stunda atvinnustarfsemi innan íbúðabyggðarinnar, hvar má fjölga íbúðum, hverfiskjarnar, þéttingarreitir fyrir stærri uppbyggingu, hvar samfélagsþjónusta og íþróttasvæði til að nefna það helsta. Þetta stefnukort fyrir gæði byggðar. Hér náttúrulega verið að setja niður leiksvæði, hverfisgarða, útivistarsvæði og öll þessa þætti sem skipta verulegu máli fyrir íbúana. Það nóg af grænum svæðum í Breiðholtinu og gott aðgengi að flottum útivistarsvæðum eins og Elliðaárdalnum. Hér síðan annað svona lykilgagn, það stefnukort fyrir samgöngur. Þar erum við að innleiða betri almenningssamgöngur. Við erum að sýna bættar hjólatengingar og göngustíga, en einnig borgargötur sem við setta niður við hverfiskjarna. Í Breiðholti ætlum við að setja borgargötur við Arnarbakka, við Austurbergið, í Efra Breiðholti og síðan í Rangársseli. En þarna við að horfa á það að það séu svona hverfiskjarnarnir. Borgargöturnar eru svona betri göturnar í hverfinu. Þetta fyrir alla ferðamáta. Þarna keyra góðar almenningssamgöngur það er þetta ganga og hjóla og þetta svona myndir frá Efra Breiðholtinu þar sem við erum að þétta svolítið byggðina, bæta við ýmsum þáttum, tengja saman torg sem eru við Gerðubergið, þarna menning, þarna eru skólar, þarna eru íþróttir og þetta á sem sagt að hjálpa til við að gera borgarumhverfið betra og heilnæmara. Hér eru sem sagt okkar skilmálar sem eru flokkaðir eftir þessum 7 lykiláherslum. Ég hef merkt þarna inn með rauðu skilmálar sem tengjast lýðheilsu. Það einn sérstakur skilmáli lýðheilsu og svo eru þarna undir gæðum byggðar nokkri skilmálar sem fjallum atriði tengt lýðheilsu. Það meðhöndlun úrgangs og svo þessar samgöngubætur. Skilmálin lýðheilsu, hann eitthvað á þessa leið til að stuðla bættri lýðheilsu, þarf að tryggja gott aðgengi allt svæðið fyrir gangandi vegfarendur. Aðgengi þarf að vera sérstaklega gott að almenningsrýmum, samanber skilmálum almenningsrými. Við hönnun og útfærslu almenningsrýma þarf að huga að þörfum allra, sérstaklega barna, ungmenna og hreyfihamlaðra. Lýsing og hönnun mannvirkja, gróðurs og annarra innviða í almenningsrýmum skal auka öryggistilfinningu þeirra sem nota þau og hvetja þannig til notkunar sem allra flestra þjóðfélagshópa. Með fyrsta hverfisskipulaginu voru samþykktar 14 leiðbeiningar sem eru svona nánari útfærslur á skilmálum og svona fræðslurit. Ég vil sérstaklega vekja athygli á einni leiðbeiningu sem almenningsrýmin og mikilvægi þeirra. Þar erum við að flokka almenningsrýmin, þau eru mismunandi. Það annars vegar svona náttúruleg rými og svo þau sem eru meira unnin og það þarf svona að horfa á marga þætti í þessu samhengi. Skipulag og umferð almenningsrými mikilvæg fyrir nýtingu, skipulag og öryggi.
Okkar markmið með hverfisskipulaginu er að búa í haginn fyrir vistvæn hverfi þar sem fólk býr og starfar í heilsusamlegu húsnæði. Þar sem fólk getur stundað útivist og holla hreyfingu, gengið og hjólað og notið góðra loftgæða við sem minnsta hávaðamengun frá umferð. Þetta stuðlar síðan að því að gera hverfin og borgina okkar betri og heilnæmari. Takk fyrir.